Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Þessu sinni þá held ég að sé nú eiginlega kannski óhætt að segja að við ætlum að vera pínu sjálfkynhneigð. Við ætlum að tala dálítið mikið N4 og þættina sem eru hér á stöðinni og verða í vetur, en tilefnið er að í dag er vetrarhátíð hjá N4. Við ætlum að byrja á því að heilsa upp á 2 spjallþáttastjórnendur, en við 3, við sjáum spjallþættina á þessari stöð. Verið velkomin bæði 2. Takk fyrir. Takk. Ópera og Jay Leno. Já. Þú ert satt myndalegri. Gestur, þú ert búin að vera í bransanum frá því fyrir myndbreytingu. Líklega. Já, síðan fyrir ýmsar breytingar. Þú ert í skóla með Jón Arasyni, var það ekki? Jú, ég var í Hólaskóla nokkuð lengi. Jú, ég reyndar búin að vera mjög lengi. Hvenær byrjaðirðu í fjölmiðlum? Ég held ég hafi unnið svona fyrsta almennilega fjölmiðlaverkið 1981. Já. Ég held það. Já. Og svo er ég fastráðinn í útvarpi held 1984, 5 eða eitthvað svoleiðis. Já, 5 líklega. Og orðið náttúrulega mikill vinur eiginlega bara allra landsmanna á þessum tíma. Já, það náttúrulega fyrir eftir í hvernig þú ert, Ég meina, maður segir ekkert við fólk, ég ætla að vera vinur þinn, Það er ekkert. Ég hafði bara alltaf eitt mottó í þessu. Það var fólk hérna í snúrunni við mikrofóninn og maður bara talaði til þess. Nákvæmlega. Man hafði það bara svona í myndina í huganum, fólk að vinna í frystihúsi eða bílaverkstæði eða sjúkrahúsi, fólk liggandi í rúmi, veikt eða eitthvað. Þannig hugsaði ég þetta. Finnst þér eitthvað að breyst á þessum tíma í fjölmiðlum á Íslandi? Já, auðvitað hefur náttúrulega margt breyst. Fyrsta lagi náttúrulega tæknin. Ég byrjaði með grammafón og plötur. Ég byrjaði með stálþráð og vaxplötur. Það náttúrulega, það er allt svo miklu léttara. Nú er allir einhverjum tölvum og leita músík bara einhverju og það er þetta lag og þetta lag. Áður fyrir var maður að fletta þessu, velta fyrir sér hvernig þetta myndi fara saman, hlusta á plötur, hlusta á intróið, mæla það sérstaklega til að geta talað í intróinu svona. Þetta var allt öðruvísi, Vil ég texta manninn fyrir yngriðslöðuna? Já, fyrir ekki. Nei, við erum bara að tala plötur. Já, við erum að koma með útskýringar á því hvað plötur er. Ég sýndi syni mínu bent honum á vídeótækjum daginn, spurði hvort það vissi hvað það er 8 ára. Það bara, nei. Já, ég á skífusíma heima og ég hef fengið, hvað er þetta? Já. Nei, þetta hefur breyst rosalega mikið. Og svo finnst mér einhvern veginn eins og sé verið meira að tróða músík upp á fólk heldur en það var. Núna ertu spilandi eftir einhverjum ákveðnum playlistum sem að búið að ákveða fyrirfram. Það er einhverjum menn sem að bjuggu til playlista, eitthvað kerfi, að þannig að ef þú spila svona lag núna, þá máttu ekki spila samskonar lag fyrir en eftir 26 tíma. Þetta er svoleiðis kjaftæði, Já. Þetta er orðið algjört kjaftæði. Já, þetta var miklu meira. Ég var í mjög góðu sambandi í fólk og þá voru faxtæki. Þetta stöður ekki. Og ég fekk gríðarlega mikið af faxsendingum af pappír og frá fólki í vinnu og svona sem bað ákveðin lög. Og svo las ég bara úr því þegar ég var að byrja og þátturinn var að byrja hvernig skap er fólk í dag. Já, sniðugt. Og þá bara spilaði ég það þannig. Við höfum til dæmis spilað Cohen væntanlega í dag. Já, ég er þetta mjög hrifin af þessu að því að þú sest maður inn í bílinn og kveikir útvarpinu og maður er bara ekki í góðu skapi, Þá er bara einhver stöð sem er bara endalaust, með bara allt hress, eins og allir séu alveg hrikalega hressir allan daginn. Dálítið mikið svona. En Hildur, þú ert prestur í Akureyrarkirkju og ég blikkaði þig nú hérna og spurði hvort þú væri til í að taka þér að vera með spjallþátt á N4. Þú hikaðir smá, en svo léstu vaða. Hvernig upplifun er þetta búið að vera með þennan þátt á milli himins og jarðar? Þetta er svona, og vissan svolítið eins og að vera bara í starfinu, prestur, inn á skrifstofunum og það er bara kveikt á vélum og fleiri geta fylgst með, En ég er svolítið bara að vinna þetta svolítið þannig, eins og ég sé prestarinn. Og er svolítið að spjalla við fólk eins og ég geri þar.
Þannig að ég ekki sko, þó ég hef alltaf verið mjög heilluð af fjölmiðlum og hefði alveg getað hugsað mér að vinna við það og sko ef ég hefði ekki farið út í prestar þá hefði ég viljað farið út í eitthvað svoleiðis fjölmiðla, leiklist eða eitthvað. Þá hins vegar tók ég alveg þá ákvörðun að ég væri ekki að fara inn í þetta sem fjölmiðlamanneskja, heldur sem prestur og það væri svona sérkenni þáttarins því að það er fullt af hæfu fjölmiðlafólki hérna sem hefði getað séð svona þátt, þurfti ekki að fá mig sem er í fullu starfi í kirkjunni til þess að gera það. Þannig að það var sko hugsunin frá upphafi og ég man svona þegar ég var að fara af stað með fyrstu þættina að sko það var náttúrulega svona auðvitað var bara svona byrjendabragur auðvitað á því hlýtur að verið þannig og ég man að þú veist margir auðvitað hældu þessu en svo voru aðrir sem að funda að því að ég talaði sjálf dálítið mikið og það er auðvitað rétt sko ég var kannski ekki alveg með Jónasar Jónassonar stílið þar sem hann svona bara þagði og hlustaði af því að ég sko var ætlað að gera þetta að vera eins og sko prestur sálgetir raunur í samtalinu við fólkið og auðvitað hlustar maður í prestarvinu en það er kannski meira samt að kasta boltanum á milli. Nákvæmlega. Hvernig viðbrögð hefur fengið frá fólki vegna sem þú ert ofta að hreyfa við ansi viðkvæmum og tilfinningaríkum málefnum í þættinum? Sko það kemur svona eitthvað klísikett svar, nei, veist, ég hef fengið alveg rosalega góð viðbrögð. Nei, sko, málið það að það eiginlega kemur alveg bara ótrúlega óvart, sko, að það fólk hefur bara svona, þú veist, það þetta gegnum Facebook, sko, fólk að senda manni línu og þakka og segja eitthvað að hafi skiptað máli að heyra og hreyft við því og bara, og það fyndnar sem ég enda mjög stolt af, því ég upplifum bara svona hluti hérna hóp sem er N4 og ég er bara stolt af þessari stöð að þegar ég fer suður, og það kemur svolítið skemmtilega óvart, það er ekki síst þar sem að fólk kemur málum og fyrir að tala hana þátt og talar að horfa alltaf á hann og svona, þá er ég alltaf stolt. Stolt af stöðinni. Mikið það. Finnur þú fyrir þessu? Já, mjög mikið. Og svo náttúrulega í minni vinnu, sko, það sem ég tek á móti mörgu fólki sem að kemur í flugsafnið. Og þá sér það kallinn og þá byrjar að tala og segja ég horfi gríðarlega mikið á þessu stöðum, mér finnst það skemmtilegt eða mannlegt og engin læti og þess áttar og mjög glatt með þetta og það er náttúrulega gleður mann ef að fólk er ánægt með það sem er að gera. Já, gleður mann rosa mikið og ég heyri þetta eins og gestur segir, sko, fólk talar því finnst svo hvílandi að horfa á þessu stöð af því það er bara venjulegt fólk að tala einhvern veginn við venjulegt fólk og svolítið svona yfirvegun sko og hversdagsleikin sem raunverulega við erum alltaf að lifa 95% ævinnar sko og það er raunverulega að vera einhvern veginn að summera hann upp á svo fallegan hátt sko. Er þetta 95%? Er það ekki hversdagsleikin? Er það? Ég er enda núna er ég alltaf að horfa á The Crown á Netflix, ég er alltaf með Elísabet Egilsdóttir þannig ég er enda að vera svolítið svona upptekin af því að vera ekki hversdagsleikari en hann er mest sko, hann er fallegur. Já. Mér langar að biðja ykkur eitt svona í lokin. Vil ég nefna kannski einn þátt sem svona er minnisstæður hjá ykkur á þessum tíma sem það hafi verið á N4? Þarftu að hugsa? Já. Ok, þá skal ég svara því að bara kom strax hjá mér. Það var sko þátturinn þar sem ég tók viðtal við mæðurnar sem áttu þá sameiginlega reynslu að mist börnin sín og voru allar búin að vera í sorgarhóp upp í Akureyrarkirkju. Það var ótrúlegur þáttur. Ég man samt að ég sá rosalega eftir þá að hafa ekki gert 2 þætti, þessi þátt framhald, af því það var svo miklu að moða og ég fekk náttúrulega rosalega og fengu ofboðsleg viðbrögð við þeim þætti. Sko, í alvörinu var bara hringt eiginlega eftir hann sko. Og bara fólk að tala um þetta og dást að þeim náttúrulega og bara líka svona leita ráða. Nákvæmlega. Þannig að það er mjög eftirminnilegt. Ég er náttúrulega reynda búin að búa til tala marga þætti sko. En mér þótti mjög vænt þáttinn þegar ég talaði við Nick Cariglia lækni. Já. Hann náttúrulega er bara alveg einstakur maður. Og hann lýsti því meðal annars þá þegar sko, hann var nú alveg læknir þá og þegar hann satt fyrir dánarbið móður sinnar og slökkti á tækjunum fyrir rest. Og bara allt sem hann sagði og góðmennskan og hjartahlýjan en hins vegar mjög margir þættir sem að mér þykir mjög vænt Ég talaði við unga stúlku sem er reyndar hérna frá Akureyri, bjó í Noregi, var verkfræðingur og vann kallastörf. Hún var verkfræðingur og var í jarðgangagerð. Hún var að lýsa því, sko, hún er svona eins og maður segir 1 og 11, ólega pen og falleg ung stúlka, hún var að lýsa þessu sko samfélagi þegar hún kemur kann hlutina alveg fullkomlega en þeir svona alveg treysta henni ekki alveg nákvæmlega.
að því hún er kona og lítið stelpa. Það var mjög skemmtilegt. Nákvæmlega. Yndislegt að fá ykkur bæði tvö og ég hlakka til að fylgjast með og starfa með ykkur áfram. Við hlökkum til að reis, takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik og þá er það Mótorhaus.